Hæ, sunnudagskvöld verslunarmannahelgi. Ég að taka upp þátt. Ég svona semi-eini með mér samt ekki. Mútaði mögulega yngra barninu mínu og nýt þess að unglingurinn er farin út. Þannig ég ætla að taka upp þátt 6 vikur síðan síðast. Þetta er þáttur nummer 4 á prjónuspjalli og ég ætla að sýna ykkur hvað ég er búin að prjóna síðan síðast, hvað ég er búin að kaupa, hvað ég er búin svona ákveða að prjóna á hvaða prjónunum. Já, verslunarmannahelgi. Bara, ég er heima. Mér finnst það bara mjög gott að vera heima verslunarmannahelgar. En ég ætla að byrja að sýna ykkur silkipeysuna sem ég var byrjuð á í síðasta þætti, sem er úr endurunnu silki frá Thelma Steinmann og við vorum 4 saman sem prjónuðum okkur svona peysu og ég ætla að setja mynd á okkur í henni. En ég notaði nittobúl eins og svo ofta áður til þess að fá bara lykkjufjölda, prjónfestuna sem ég vildi, smá stroff á henni, svo eru ermarnar mjög ólíkar. En það sem þetta er náttúrulega endurunnið garn úr, hvað heldur svona sari-silki, þá er engin eins og Thelma var búin að segja okkur að það væri nú betra að skiptast á, taka svona einu umferð eins og maður gerir oft þegar maður prjónar á handlitagarn, helical knitting sem þú kalla, eitthvað aðferð. Og við Lilja bara byrjuðum. Þannig að hún er svolítið ójöfn og það sést svolítið vel þegar maður heldur á henni að þá er svona ermarnar og pínur svona eins og þessi sikkur á gatinu. En það sem þetta er svona lufsa sem er svona yfir og hún er eiginlega gegnsæ og eitthvað eins og sjáið, þá eru ógeðslega fínar í þeim þó þær séu svona. Það eru mjög ólíkar, samt allar úr sama gatni, sama base basically, mér svona litir og já, notum allar 3 hespur og það er eitthvað pínu lítið eftir. En mér finnst hún mjög skemmtileg og ég sé alveg fyrir mér að nota hana og það er nú alveg svona, kannski pínu sem ég er að gera núna fyrir mig er að prjóna svolítið á sjálfa mig og nota það. Þannig að ég sé alveg fyrir mér svona svarta sparlega buxur og þetta. Hún líka alveg sæt við gallabuxur. Þannig að mjög ánægð með silkipeysuna, endurunnin silki frá Thelma Steinmann, fast hjá henni og svo held ég þessi líka aðeins komið í Maru af þessu. Þetta er mjög svona öðruvísi. Hún er svona loðin, ég veit ekki hvort það skila sér, en það er bara svona litlir endar. Þetta er ekki svona fluff. Þannig að ofnæmisgælan ég er alveg góð. En ég er mjög ánægð með hana, mér finnst hún mjög falleg. Ég ætla að vera dugleg að nota hana. Svo vorum við í sumarfríi og núna á ég 2 daga eftir sumarfrí. Og ég tók með mér prjónana að sjálfsögðu og ég prjónaði með sokka. Þeir voru að mestu prjónaðir á Sundlaugarbakka og í bíl og aðeins í borg. En þetta er sem sagt glimmer mínihespur frá systraböndum sem ég var búin að sýna einhvern tímann. Ég vann það í haftasettu prjónugleðinni og stelpa mín raðaði fyrir mig litunum, blæddi aðeins bleiki í gula en ég var með svolítið lengi. Hjá hverju ég setti það ekki í vélina, ég setti það eitthvað í bleiti og eitthvað en já, það er nú bara á mér að kenna að það blæddi að þessu milli en það semst er á mig og ég er búin með allt þetta gatn og ég sýni ykkur restina af gatninu í hvað restin fór á eftir en þetta er bara sokkar uppskriftin mín í rauninni með Fish-Lips kisshælnum. Það er náttúrulega mjög margir endar þegar maður er ekki með sjálfsmyndarandi gatn heldur er þetta mismunandi litir en ég faldi alla enda undir þannig að þeir bara svona þæfast og styrkja bara sokkana ef eitthvað er. Þannig ég er bara mjög ánægð með þá. Leit allt út fyrir að myndi enda að vera guli líka. Það var sem eitthvað svo leiðilega lítið að sem græna en ég var svolítið glöð að það kom smá grænt í lokin. Þannig að þessi eru voða sætir. Já og þegar ég var búin að prjóna sokkana, þá fitjaði ég upp á sjali. Þetta sjal heitir Jigsaw Puzzle og er eftir Stephen West og ég held þetta sé 7. svona sjalið sem ég prjóna. Nema núna tók ég bara pókan minn. Ég ætla með svona póka sem stendur í mitt Resting Knit Face. If you know, you know, skilji. Hér eru bara alls konar afgangar, gatt sem ég átti, ég fekk svolítið gefins að gatni, ég prjónaði svona teppi fyrir nokkrum árum, 2 árum, það var í fyrra, 2 árum, var það í fyrra,
ég man ekki. Og svona tvít, þannig ég notaði svolítið af því og alls konar öðru og ég hendi saman í poka sem kom með mér út og planið var pínu að nota svona gulurauður, svona regnbogaliti eða svona marga liti. Þannig að sjalið byrjar á þessum hér. Þá maður hingað og hingað, maður er alltaf að prjóna svona litla búta. Klára maður þennan kant, fer svo í miðjuna. Miðjan er mjög flott, svona eins. Svo tekur maður upp lykkjur, prjóna þetta gula og svo þetta bláa og enda í algjörum ágangi. Pínu blautt ennþá, ég var bara að þvoða. Setja yfir mikrofóninn, þið afsakið. Sko, þetta sjal er náttúrulega eiginlega húa og sjal og næstu í úlpa. En ég á svona sjal sem ég nota alveg svakalega mikið á veturna og ég var að prjóna þetta fyrir frænku mína sem ég ætla að gefa þetta sjal. Þetta er alveg svolítið svona þungt og tvöfalt fingering og þykkur kantur og þetta er svo mikið áfangasjal að ég kláraði dökkbláa litinn, þannig að ég kláraði kantinn bara með þessum gula sem ég bara komið svolítið sætt út. Það sem ég var bara að þvoða þá eftir að klippa restina af endunum. Þannig að já, þetta er jigsaw puzzle og ég mæli 100% með að prjóna sér svona sjal. Nota bara alltaf einhverja 2 þræði af fingering. Ég hef líka gert að fingering og mohair. Þessi guli til dæmis, það er eitthvað jekkákat. Þetta er bara svolítið svona sama hvað þú notar. Þetta er svona passa svona sirka. Svo er þetta sjal, en það er mjög stórt á myndinni, í uppskriftinni virkar það kannski ekki mjög stórt, en Stephen West er mjög hávaxinn maður, þannig að það er ekki alltaf að marka. En mér finnst það voða svona, til dæmis restina neongatni, bleiku og grænu, bláa gatni. Þannig að allra síðasta af neongula er með grænu. Þannig að þetta er rosa skemmtilegt og þetta er svona pínu palette cleanser og mér langar eiginlega að gera annað úr pókarum. Þetta er ekkert hvað ég geri við það og það skiptir ekki öllu máli, en það er svona mjög svona skemmtilegt. Þú ert alltaf að byrja á nýjum kassa Þannig að það er allt svona, það er svona pínu heldur manni vefnið. Hvað ég er eitthvað mikluð þannig að þess að verslunum manna helgina. En það er nú í góðu lagi. Þannig já, svona pælingaprjónu kannski annað svona tækifæri. Og ég veit alveg ég mun gera það. Það er mér finnst þetta rosalega skemmtileg uppskrift. Hún er bara þægileg og velskrifuð. Já, ég sýndi ykkur líka síðast. Ég keypti mér þetta gat. Vá, flott hrúga Þetta er liturinn Heiðmörk frá Vatnsnes og ég ætlaði að prjóna með buff og ein vinkona bara, ertu að fara að prjónaði buff? Ekki lægja. Svo er ógeðslega margir búin að spyrja, hvernig kom buffið út? Og það er bara geggjað. Það er geggjað. Ég þarf svona eiginlega að fara með það í myndatöku upp í Heiðmörk. Það er liturinn heitir Heiðmörk og Heiðmörk er bara þarna. Ég horfi á hana út gluggann minn. En þetta verður vinur minn í haust og vetur í göngum og almennu brasi. Svo hvað er fínt. Almennilegt buff Það er sérflega hægt að nota sem eyrnaband ef að þetta brjóta saman kannski. Fitjaði upp á 120 lykkjum. Ég held ég að nota prjóna 225 eða 2,5. Ég veit ekki, ég gerði bara eitthvað og prjónaði smá stróf upp og niðri og hvað smart. Það er að minnst æðislegt og þetta er Superwash Merino, þannig að það er að láta þvoða. Og já, minnst það bara nokkuð vel heppnað og þetta var mjög þægilegt, svona mjög heilalaust. Prjónaði þetta mestu leyti í Sviss, þar sem ég fór á EM. EM kvenna í fótbolta. Já, og þegar ég var úti núna í Portugal, þá var ég búin að prjóna sokkana og búin að prjóna sjalið, en þá var ég með eina hespu sem ég var búin að vinda upp, eða Arnar, maðurinn minn, var búin að vinda upp af fjaðrafók sem er líka litur frá Vatnsnes sem ég sýndi ykkur síðast. Þannig að
Merino Nylon Mohair sokkagall. Ég byrjuði hérna á sokkum. Svakalega fallegur litur. Fjólublá, blá, smá grænt. Og ég hugsaði að þetta verið sokkar á mig. Prófa þetta Mohair Mix gatt sem ég hef ekki prófað áður, en það hef ég aldrei séð það hérna í Íslandi áður. Já, þetta er það sem er á prjónunum, þessi sokkar. Byrjaði á þeim bara rétt áður við komum heim frá Portúgal, leiðin heim. Prjónaði reyndar ekkert í flugvélina leiðin heim, ég var svo ógeðslega syfjuð. Áður en ég fór út samt þá rakti ekki upp, tók prjónana úr og ákvað ekki upp. Þetta hérna fraktal vesti eftir hana Guðlaugu Svölu. Mér finnst það mjög fallegt. Þetta er appelsínugul, rauður skát, en það er úr lítið. Ég er með eitthvað svona rosa fasta prjónfestu meðan við mig og hérna stærðin er bara ekki rétt. Þannig ég ætla svona aðeins að salta hvort að þetta verði, hvort ég reki upp og byrja upp á nýtt eða hvort að þetta dásamlega skát verði eitthvað annað. En ég mjög, hrifin af svona lit, hann er mjög svona út fyrir þægindaramar minn, en mér finnst hann klæði mig vel. Þannig ég aðeins eftir að sjá hvað verður úr þessu. Talandi skát, þá ætla ég að setja tvennt hérna í pínu áherslu á. Mér langar að fara í innugóluprjón. Mér er svo flott og alltaf því ég sé hana hérna Helgurut í röndum í sinni, þá langar mig að klára mína. Hún er bara hér og þú veist, örugglega lítið gerst síðan ég sýndi ykkur hana síðast fyrir einhverjum mánuðum síðan, en hérna, mér langar að eiga hana í vetur, þannig að ég ætla bara svona að hafa þetta hérna í prjónasófanum og leggja kannski aðeins meiri áherslu á hana, alveg eins og með Svanbólinn. Hvað er ég búin að tala lengi um hann? Hvernig væri að klára hann? En ég veit alveg okkur. Ég keypti auka hespu í áprjónagleðinni og ég þarf sem sagt núna að svissa, að setja búkinn á snúrur og taka í rauninni, ég var að spá að taka sitthvorn endan af þessari, prjóna smá ermar og sjá hversu stutt ég slepp með ermar, því þar var ég örugglega ekkert mjög síðar, og klára svo búkinn. Þannig að það er pínu svona bras, ég get ekki bara tekið hann upp og prjóna hana og þess vegna er ég ekki að gera neitt. Prjónandi bíður bara hér, bara kúrikastífel og kúrikahattur, allt klárt. Þannig að ég þarf líka bara, ég ætla bara að hafa þetta hérna uppi við, ekkert að pakka svo niður og í munn klára þessa. Næsta þætti væri þessi tilbúin. Silki merino bólur, þetta væri bara besta flíkin í vetur. Já, prjóna sokka og þessar 2 peysur, kannski sjal, en ég veit alveg ef ég byrja á öðru svona jiggsjál, þá mun ég ekki prjóna neitt annað. Ég verð bara svona alveg svona húgt og prjóna bara næsta og hvenær klárast þessi litli hnykill og hvað lit á ég nota næst og ég verð alveg bara sjá þegar ég lifi spennandi lífi. Sjúklega spennandi lífi. En ég keypti mér líka smá. Kannski eftir að sýna ykkur það. Byrjaði kannski að sýna ykkur hérna. Ég pantaði á Vassnes. Hún meitt var að setja svona, komið ný kort. Mæli með að skoða vassnes.is. Það er bara fróðleikur, falleg hlutir, alls konar. Og svo líka bestu prjónur í heimi. Þannig að ég er ekki búin að eiga bestu prjón í heimi sem eru Chiago og ég nota eiginlega bara 60 cm eiginlega í allt sem ég geri. Mjög sjaldan sem ég þarf eitthvað lengra prjóna. Þannig að ég keypti mér 4 stærðir, 4, 4,5, 5 og 5,5 í uppáhaldsprjónunum mínum Chiago. Fastir, ég nota ekki svona prjónasett. Já, pantaði þetta á Vassnes. Ég elska Vassnes. Og svo þegar ég var í Portúgal, þá fór ég í eina mjög fallega prjónabúð í Lisbon sem heitir Retrosaria Pomar. Og Portúgalar er svona mikil ullar og prjónaþjóð og ég meina hvernig var nú að segja þetta rétt? Retrosaria Rosa Pomar er sem sagt portúgalsku ull hjá þeim og þetta er svona Ökotex vottað og alls konar
fínir í og ég hef náðu þessu garni áður en það fæst í litlu prjónabúðinni en ég hef aldrei farin allir búðinni í Lisbon og fekk fjölskylduna með mér á mjög heitum degi til þess að rölta í búðina og hún sjúklega falleg, ég mitt sýndi frá því á Instagram og ég keypti mér sokkagarn. Ég held að þetta sé röndótt sokkagarn en það er engin styrking í því þannig að ég kannski vippa fram hérna styrkingarfræðinu mínum og styrki getur verið svona svæði þar sem ég veit að fyrir mína fætur eyðist upp. Ég geri það, strákurinn minn átti einu sinni sokka, ég hafði prjónað úr á hann og þeir kláruðust frekar rætt svona meðan við þannig að ég hugsi seti styrkingu með en það fer svolítið eftir hvernig þú notar sokkanina. Ég nota hann mínu náttúrulega mjög mikið og í skóm. Ég keypti mér líka þennan poka og þetta orð vó þýðir amma og börnin mín grínuðust með að þetta væri ég, orðin amma, flúruð, komum greinilega aftur með gleru og að prjóna. Og þetta er svona eitthvað endurunnið efni, eða efni úr okkur öðru. Og ég keypti mér grænum lit, svolítið svona fallega græn trúiði. Og ég ætla að gera mér húfu fyrir veturinn. Ég gera prjónfestu og nota það tvöfalt, hugsa ég. Og gera hérna einhverju svona stroffhúfu á mig. Kannski hérna ömmulöppu eða nittubúll, ef þið trúið. Rosalega gaman að koma inn í búð, ef þið farið til Portugal eða Lisbon, mæli með, kíkja. Já, svo áðan var ég eitthvað grúska í gattskápnum mínum og ég var að opna hann. Ég hafði lokað hann meðan vorum í ferðalagi, bara að það er sól og svona fínt að vera ekki að skína á gatnið. Þá var ég eftir svona rennuhurð, ég skal setja mynd á skápnum og það var svona eins og væri eitthvað og ég tróð höndinni niður og ég fann þessi hespu og ég held að þessi hespa sé svona 4 ára gömul og hún er örugglega búin að vera lengi þannig á bakvið. Þannig að ég veit ekki alveg, þetta er hérna fyrirtæknum Gardsur sem var í Noregi og ég keypti svolítið þessu garni, ég fór til Noregs, foreldrar mínu byggu þar. Þannig ég eftir að gera eitthvað skemmtilegt úr þessu. Þetta er sérst svona hérna flóttakonur í Noregi þar sem eru í svona að lita garn, svona smá svona úrræði en voru, þetta er ekki til lengur. Þannig að þetta er súpa á Smerino, ekki nælon. Nei, þetta er samt ekki súpa á Smerino. Það virkar nú eins og singles en þetta getur eitthvað fallegt. Þannig að ég var að eignast þetta garn. Ég skil ekki alveg, þetta hefur bara dottið þarna á bakvið inn í rennuhurðina. Gattskápurinn minn var fyrsta sjónvarp minnur að afa og hérna á löngu hætti voru sjónvarp og þegar þau dóu þá fekk ég skápinn og keypti honum gatt síðan ég fekk hann. Afi setti hillu í hann þannig að það sjónvarpið var ónýtt, svo tekkskápur sem sjá á myndinni og hérna þetta leyndist þar. Það er alveg skemmtilegt. Í dag hefði amma mín lifað, hefði hún verið 99 ára í dag. Helga svona, sem er skemmtilegt. Já, svo aðalklárið er úti á unglingnum. Hann hélt sér þetta mynd sem ég fekk að taka með semingi af unglingnum í peysunni. Svona peysunni sem hún óskaði sér og ég prjónaði og er tilbúin. Þetta er hérna neon mótagarn og ég keypti 3 dokkur á prjónagleðinni hjá Natura Knitting. Svo vantaði mér meira garn, þannig ég fór og það var uppselt hjá Natura Knitting, þannig ég fór litlu prjónabúðina og það var til sama garn í sama lótunúmeri. Þannig ég keypti 2 viðbót og ég á alveg 1 ótekna og svo eitthvað smá afganga. Þannig mér kannski líklegt að gera eitthvað húið eitthvað úr afgangnum, nema ég kom mér upp bara eitthvað smá mótastassi. En hún er mjög ánægð með peysuna, ég líka Sonja Svetter, hún er svolítið svona flott að prjóna svona stuttar fyrir hérna áður en hún fer að prjóna ermina, svona, hún er mjög klæðileg og uppskriftin er mjög góð og er eftir Petit Knit, mjög skemmtilegt að prjóna, gaman að prjóna svo garni líka. Þeir eru búin með þessar 2 peysur sem ég var að tala með það, innigólan á svanbólinn, kannski næja í græna mótagarni mitt sem ég á og prjóna mér peysu, ekki Sonja Svetter. Svo held ég mögulega amma og Loppa ætla að gera hérna Sigluvik fullorðins. Ég var nú reynda til í hana og móta ef það myndi ganga upp.
gaman. Þannig að já, svolítið mikið klárað sem er skemmtilegt. Já, ég er bara að byrja í vinnunni eftir sumarfrí, hlakka mjög mikið til að sjá börnin mín. Það stækka allt svo mikið sumrin og þroskast, svo bara aðlögun og alveg partí með haustinu. Fyrst ætla ég að fara aðeins aftur til útlanda, þá reyndar ég vinnuferð, fara í smá ævintýri sem er skemmtilegt. Og já, vonandi kenna eitthvað námskeið. Ég pínu svona kannski búin að misti pínu sjálfstraustið í því í sumar og það ég kannski ekki búin að vera að gera að mér finnst svona að setja sjálfa mig svona framfæri en kannski hefur einhver áhuga á ég vonandi. Ég held ég geta það alveg og ég veit ég geta en svo fyndi hvað maður stundum svona dettur í svona, hefur ekki alveg trú á sér og svo aðra daga finnst maður bara alveg æðislegur og eins og í dag finnst ég mig ekkert frábær og mér langar ekkert sérstaklega mikið að taka upp en ég fann svona að myndi kannski gefa mér smá svona boost að taka upp þátt og tala um brjónir í þannig að já Ég er búin að tala um allt, ég er að horfa á bókina mína Takk fyrir að horfa, en endus gleðilega verslunarhelgi sem er vantarlega búin þegar ég setið inn gleðilega rútínu verða viðurkenna, haustið er uppáhaldstími minn en uppáhaldstími minn út af því það verður bjart en samt er dimmt á kvöldin og sem krakki ég var alltaf spennt að byrja í skólanum og var spennt fyrir svona hans konar hlutum á haustin þannig að haustið er alltaf uppáhaldið mitt eins og mikið ég elska sumarið þannig að ég er að vona að ágúst verður góður í útivist og prjóneríi og smóðlundum og aðlögun og alls konar gleði. Þannig að takk hérlega fyrir mig og við sjáumst aftur seinna.